það sem kom mér á óvart, hvað maður er rosalega fljótur að forgangsraða þegar maður þarf. Bara hvað skiptir mig máli í lífinu. En í dag er ég að eyða komin aftur í einhverja tóma vilsu. Og ég hugsa að það sé líka lúxus sem ég hef efna á í dag, að eyða einhverju tíma í vitleysu. Anna María heiti ég og ég greindist með ristilkrabbamein vorið 21. Þetta gerist allt mjög hratt, en mér bókstaflega bara kippt úr samfélaginu frá því að vera fullraust í að vera greind með 3. stigs krabbamein og fékk 4. stigs meðferð. Og það sem ég er í ferlinu í dag, að ég fer 6 mánaða fresti í skimanir, þarf að vera hrein í 5 ár til að vera útskrifuð. Af því að greindist í COVID, þá notaði maður meira interneti og ég notaði vefsíðu krabbameinsfélagsins mjög mikið bara til að afla upplýsinga krabbameinið og á mannamáli og með góðum skýringamyndum. Þannig ég vissi að þarna gæti ég fengið réttmætar upplýsingar og svo hver næstu skref yrðu, hvað ég geti gert, það sem ég hef þó stjórn á að gera, eins og var það mataræði, hreyfing. Þannig að maður fékk fullt af verkfærum til að vinna úr. Eins og ég upplifi samstöðu, þá veitir hún okkur kærleik á þeim tíma sem við þurfum að halda. Og þannig upplifði ég þetta á mínu tímabili að ættingjar og vinir voru að umvefja mig og sýna mig samstöðu. Ég fyrir klöpp.